Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn 24. mars hér á N4. Við förum víðan völl eins og okkur svo tamt í föstudagsþætti, fá marga góða gesti hingað í sófann. En fyrstir í sófann koma jarðbrúarbræður úr Svarfaðardal og þeir Atli Rúnar og Óskar Þór Halldórssyni. Það stefnir í skemmtilega helgi. Þið ætlið að vera á menningarlegum nótum eins og ykkur tamt þarna í Svarfaðardalnum. Sko, af hverju svona mikil menning í Svarfaðardal, Atli Rúnar? Ef ég átti nú að svara því. Ég velti þessu fyrir mér í gærkvöldi, ég var á tónleikum í Bergi á Dalvík, þar sem einn sveitungi vor hlýinni frá Hofsá söng. Ég var að hugsa þetta, enn ein söngstjarnan að kvikna þarna í þessu byggðarlagi. Það bara, hann kom gjörsamlega óvart. Já. Og svo allir aftur, þetta í kvöld, þá brússpil á Rimum og svo á morgun á laugardag, þá menningar samkomin á Dalvík. Og af hverju þetta við erum bara svo menningarleg. Ég veit það. Er þetta eitthvað í vatninu, Óskar? Hvað fengu þið? Ég veit það ekki. Þetta hefur verið gegnum gangandi mjög lengi finnst mér. Ef maður horfir tilbaka, þá var ótrúlega öflugt sönglíf í Svarfaðardal og Dalvík. Leiklistarstarfsemi, gríðarlega mikil. Og svo mætti áfram telja, sko, og ég held að þetta hafi einhvern veginn bara hluti af samfélaginu, mjög rótgróið og mjög gaman að viðhalda þessu einmitt með þessum svardarska marssi sem kallaður svo og semst alltaf þessi menningarhátíð í marsmánuði og þess vegna heitir hann svardarsku mars og líka vegna þess að það dansaður mars gjarnan á þessari hátíð. Já, þessi gamli svardarski mars. Já. Hvernig hann stíginn? Já, hann flókinn. Ég verð að viðurkenna það langt síðan að ég hef stígið svardarska mars en hann margslunginn og tekur, ég man ekki hvað ósköpinn, 2 klukkutíma áður en yfir lýkur. Þetta dansleikur. Já. Þetta leikur líka. Þetta menn hafa gaman af menn eru númeraðir og kallaðir, pörin eru kölluð fram eftir númerum og látin gera alls konar leiki og kunstir. Og þetta getur tekið alveg tímunum saman Og nær þessi hefð langt aftur í... Já. Já, þetta mjög gömul hefð. Já. Maður læriði þetta þegar við vorum í bara Húsabakkaskóla. Þá var þetta hluti af bara skólanum að fara á Þinghúsi Grund og læra marsinn. Og síðan var þetta alltaf dansað á til dæmis slægjufagnaði, ef ég man þetta rétt. Og fleiri dansleikjum. Og þetta var bara fastur liður. Og það var gjarnan sama fólkið í sveitinni eða parið sem stýrði marsinum. Og í minni barnæsku var það Hreinn Bóndi á Klöfubrekkum og Jóna á Klöfubrekkum sem gerðu það. Já. Það þótti mörgum hljómsveitamönnum svo gaman að spila á böllum heima vegna þess að þeir sáu að fólk var svo gott að dansa og þeir sáu skan dansa sem þeir aldrei síðan áður. Og maður manni hljómsveitamenn hafði orðað þessu að það var svo gaman að spila á böllum þarna. Sérstakur taktur í marsinum. Já. Og alls konar kunstir, sko. En spilið sem þú voru að tala er það brús? Það brús. Ég verða aðeins að fá að heyra. Gæti ég lært það? Já, það er ekkert mál að læra. Þetta er bara leikur og þetta reynir ekki að reyna röklist, þetta er heppni og röðin á efstu spilum, hún er allt öðruvísi heldur en í öllu öðru. Já. Þú þarft að hafa gott minni, sennilega. Já. Laufagósi, getur ímyndað að hann sé eitthvað merkilegur en önnur spil, er það Spaða 8? Nei. Jú, Spaða 8 reyndar. Spaða 8 og Hjartakóngur, þetta eru efstu spilin, verðmætustu spilin í brús. Já, þannig að þetta snýst heppni og pínutænsku. Já. Og náttúrulega, það er heimsmeistaramót ekkert minna en það, þannig að við erum ekkert það er í kvöld. Já, það er í kvöld. Er heimsmeistaramót í brús? Já, vegna þess að hvað annað? Já, hvað annað? Hefur annað hver ykkar orðið heimsmeistari? Nei. En það bara lýsir hvað við erum hóværir að Norðurslóð, blaðið okkar, þegar kanadíski geimfarinn fór út í heim, hann var á svardarskum ættum. Fyrsti Norðurlandabúinn sem fór út í geiminn, þá skrifaði Norðurslóð í fyrirsögn, fyrsti svarfdælningur út í geim.
Alveg hárrétt. Alveg hárrétt. Já, en það er eitthvað svo komískt og þetta er svo fallegur húmor. Já, ég má til með bæti verandi brús að ég heyrði ágæta sögu á dögunum sem er dagsönn að mér skilst. En eins og ekki allar góða sögur úr Svarfaðardal. Já. Það voru brússpilarar, svardalskir, staddir á Reykjavíkurflugvelli og það tegðist ekki úr því að flugvélin fær í loftið og þá tóku menn upp spil og fóru að spila brús og fullnaðar sigri náði spilinu þá æsast nú leikar. Því þá gengur það út á það að andstæðingarnir, þess að 2 og 2 spila saman og þeir sem að vinna, þeir eiga að klóra í hausnum á andstæðingum. Og það er hneysa ef menn láta andstæðingi klóra sig. Og þá barst leikurinn alla flugstöðina, menn hlupu eins og brjálæðingar út alla flugstöð og þeim leist ekkert á sunnlendingum og þeir ræst út lögregluna. Nei, hvað segir Já, þeir héldu hann að vera í ofbeldaferð. Ofbeldaferð. Ég spyr ekki að ykkur. En hvað ætlið þið akkurat að gera og þið eruð í ýmsu grúski og sýsli. Já. Haldið út í vef og hvaðina. Hvað segir mér það sem það? Já, ég held út í vefnum. Þú heldur honum, já. Já, hann byrjaði fyrir einhverjum árum, Svarfdalasýsl og þetta er svona einhvers konar, barn sem kemur eiginlega undir svona í leyni, þessi bók sem við erum að fara, sem hefur sama nafn, sko. Já. Já, þetta er svona, barn í meinum. Já. Við ætlum að fjalla bók sem að við systkin 6 ætlum að gefa út í haust. Við ætlum að stofna bókaforlag og aðallega Óskar hefur verið skrifað eins og óður maður og við erum að berja saman sem sagt svona svardaskar sagnir og ætlum að gefa út, ætlum að segja þess frá þessu á Dalvík á morgun. Það er af nóg að taka. Já. Já, við erum að taka saman ýmislegt sem að tengist á 20. öld í Svarfaðardal. Og já, það er mjög mörg af taka. Kannski hefur meira verið fjallað sko fortíðina. Og þú bendir á bróður þinn, hann er aðeins eldri. Já, en þá er ég kannski vísað til ennþá lengra tilbaka, sko, til dæmis kom út bók, mjög fróðleg bók eftir Árna Daníel Júlíusson, sagnfræðing fyrir jólin, það sem hann fjallaði miðaldir. Við erum svona næri tíma og fjöllum ýmislegt sem að gerist í dalnum á 20. öld og þar er endalaus akur. Það hefur kannski ekkert mikið verið gert í bókaformi. Norðurslóð hefur vísum fjallað mjög mikið og á mikinn heiður skili fyrir sitt framlag. En svona ef maður horfir á bókarformi þá hefur ekki neitt verið rosalega mikið gert að því að fjalla kannski svona ýmsa hluti í þessu byggðarlagi á 20. öld. Hvað einkenndi það? Hvað er það sem ætla að draga fram aðalega? Já, það er margt og mikið. Sko, við erum með 3 burðarkafla í bókinni. Í fyrsta lagi fjöllum við tilurð og gerð Lands og Svona, myndarinnar, 1979. Og ég leyfi mér nú að segja að við drögum fram ýmislegt sem ekki hefur komið áður fram það. Má segja eitthvað hér? Já. Ég reyni að fá blaðamenn til að segja mér leyndarmál. Já. Ég skrifa ágrip á sögu Húsabakkaskóla inn í þessu bók. Og svo í þriðja lagi, þriðji burðarkaflinn í bókinni svokallað göngustafsystkini. Hver voru þau? Já, þetta er eiginlega algjör slys að þessi bók er að vera til. Hún átti aldrei að vera til. Þetta var nú bara eitthvað grúsk sem ég byrjaði á, bara fyrir hálfu öðru ári eitthvað svoleiðis. Mér langaði bara til þess að eiga fyrir sjálfa mig og kannski einhverja í kringum mig ömmu mína sem er ein þessara systkina. Hvað hét hún? Hún hét Rannveig Sigurðardóttir á Jarbrú. Já. Ég vissi ekkert óskaplega, jú, það vissum maður aðeins hann en mér langaði til að kafa aðeins dýpra og svolítið bak við hana, hennar foreldra og lengra tilbaka. Þannig ég fór aðeins að kikka á það og svo þegar ég var bara komin á stað, þá fannst mér þetta svo skemmtilegt, áhugavert. Það endaði með að ég var búinn að skrifa öll systkini. Og þegar maður sá það, þá hugsaði mér, þetta á nú kannski bara erindi til miklu víðar og svo fórum við eitthvað að bollalegja þetta við Atli og við systkinin. Þetta var nú kannski bara áhugavert að halda bara áfram. Að safna upplýsingum og bara safna þessu saman á eitt stað. Og það er eiginlega þannig sem þetta gerist. Já. Af litlum neista. Hann hefur verið óstöðandi síðan. Er það ekki? Jú.
Þetta heltekur mann þegar maður fer í... Það gerir það alveg svona. Já, þetta er svo skemmtilegt. Já. Og ætlið að segja frá þessu grúski ykkar á morgun eða? Já, bókin meðal náttúrulega að hún að verða til. Það er skrifuð með svona miklu leyti lokið, svona nokkurn veginn. Við komum í svona myndapælingar og Hvernig að ná í myndir? Það er bara flýtur alltaf myndir sem að enginn hefur, menn eiga svo mikið í fórum sínum að mynda það bara ná í þetta. Já. Þú hefur náð í mynd sem að þú ætlar að leyfa okkur að sjá, er ekki? Segðu mér aðeins þessa mynd. Já, hún er hana fékk ég bara fyrir nokkrum dögum frá Ágústi Guðmundsssyni, leikstjóra myndarinnar sem að fann þetta hjá sér og sendi mér. Lands og svona. Lands og svona, já. Þetta er af eina atriðinu í Landi og sonum sem var til í tökunni, sem var ekki í handriti. Og það var þannig að þeir voru að smala og í brjálugu veðri og gengu fram á dauða kind í snjóskafli og hún, hausinn stóð upp úr og þeim Ágústi dettur í hug að setja þetta inn í myndina því að það þurfti ekki annað að gera að leggja einhver orð upp leggja þeim í munn og Helgi Indriðason, rafvirkjameistari á Dalvík, þáverandi, sem látið núna, hann lék bónda og hann kemur að rolluhræinu og horfir ofan eða fer í hausinn á því og lítur á markið og kallar svo í hinn bóndan við hliðina á henni sem sést á myndinu líka, Jón Sigurbjörnsson, leik aðal hlutverki. Þetta er þín, þú átt, sem sagt. Þetta gerðu þeir í vitlausu veðri, en þetta er eina mómentið, eina atriði í allri myndinni sem var algjörlega, var bara til svona. Nú skiptir kannski ekki öllu máli og fyrir okkur sem verum að skráða þessa sögu, allt svona er gott að vita. Og ég ætla bara, eins og við Svaldarningar erum lítil til að bara segja það hér og nú að það er engin íslensk kvikmynd sem hefur fengið, eftir að bókin kemur út, sem hefur fengið aðra en sögu hvernig hún var til. Og alls konar smáatriði og stóratriði og nú búin að tala við nánast flesta sem að komu að þessu á einhvern nátt sem eru lifandi, leikarar og tæknifólk og hinir og þessir. Og alltaf dettur eitthvað upp úr þeim einhverja hluti og þetta finnst okkur að til orðin mjög heilmynd sem er mjög gaman að En er komið nafn á bókina? Já, sko, yfirtitillinn á henni verður Svarfdalasýsl. Já. Ég af bara bróðerni lánaði þeim þetta heiti á bókina og síðan verða undirtitlar Land og synir og Göngustæðaættin og Húsabakkaskóli, hvernig sem útfænum það. Við getum ekki lofað svona en það er svona aðeins í kollinum á okkur að það geti komið eitthvað meira heldur en verið framhald. Þetta verið einhvers konar sería. Þetta er kannski bara byrjun, þetta verið þríleikur hjá okkur. Já, það er alveg möguleiki. Það getur alveg, við ætlum að sjá hvernig gengur líka. Já, en svona að lokum ekki Svarfdalskur Mars, hann opinn öllum sem hafa áhuga á menningu Svarfdals? Já. Þetta málþing sem við ætlum að eitthvað að leggja í púkið á morgun, það byrjar klukkan 2 ef ég man rétt, í Bergi á Dalvík og allir viðburðir þessu tengdir eru öllum opnir að sjálfsögðu. Já. Takk fyrir þetta, bræður. Og við höldum áfram hér eftir stuttastund en þá sest í þennan stólan Aðalsteinn Hannesson sem er nemi í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri og hann ætlar að tala við 16 ára hænsnabónda. Farið ekki langt.